Það ekki eitthvað, hvernig vera komin aftur í hóp fyrir stórmót? Það ekki maður, þetta alltaf heiður og alltaf gaman að berjast við á bestu á Íslandi. Já, þarna bara hópurinn reffilegur og ég var svona að fatta að maður leit yfir þetta, þú og Ægir og strákarnir sem að þú komst upp með inn í landsliðina, þið eru orðnir gömlu refinir. Já, við erum orðnir gömlu kallarnir og sem maður reynir að láta ekki sjást á æfingum en maður finnur fyrir því þegar svona strákar sem eru örlítið yngri en maður sjálfur fara að hlaupa sko. Það er svona aðeins einu skrifi meira kannski, einu skrifi hraðar. Það var bara að fara í reynslum okkar, það getur að vera. Það er eina sem getur bjargað mér upp úr hausu sko. Já, hvernig hópurinn stendur, eru menn bara þetta hefur gengið vel og allir bara heilir og hressir. Já, ótrúlega. Það er náttúrulega alltaf bara gaman þegar við hittum sko og þetta er mjög góður hópur og maður sér það, þú veist, eins og núna til dæmis Jaka að stíga sín fyrstu skref sem íslenskur landsliðsmaður og hann bara fellur flýs við rask og enda þekkja hann fyrir mjög hress strákur og skemmtilegur að hann ættir alltaf að gegja sko. Já, og bara verður þú bara að vera með í hóp væntanlega? Já, gera allt sem ég get til að vera í hóp sko. Ef ekki, þá sé ég ekki samt í Póllandi þú komst til þér? Sjálfsögðu, hvort sem að hópið ekki, það skiptir litlu máli, ég stend alltaf bak við þetta lið. Herru, býtu þetta svona fyrst ég bara með þig líka, Álftanes, það var mikið með það maður, ertu spenntur með það? Mjög svo. Setja saman skemmtilegt lið og Haukur Helgi var svona eini af mínu nánustu sem ég átti eftir að spila með. Búinn að vera með öllum öðrum nánustu vinnum mínum í liði. Þannig að ég gæti ekki skilja hann einan eftir á Hakan. Það er bara ekki. Herru, gangi þér bara vel maður. Takk fyrir það.